Er hárið í lagi? Spurning þáttarins, Já. er hárið í lagi? Er það ekki í lagi? Það er lagi. Það er lagi. Stílbrot er í boði Blue Lagoon Skin Science, Vitaminvel, Mercedes-Benz, Giggo, Spar og MSIs. Herðu, jæja Maja, Jæja, Andra. hvað segir gott? Gott, en þú? Gott. Hvernig líður þér? Ég er bara góð, sko. Ah. Jú, Ég held að það er bara rúmleikindi. Já, eftir marathoni. Já. Ég hef sjaldan vælt minna eftir hlaup. Það? En það er ekki það að ég Sjaldan æft minna eða vælt? vælt. Þannig að þú æfði náttúrulega ekki neitt. Nei, ég æfði mikið neitt, en ég er vön að væla aðeins meira. Nei, veist það, ég bara er búin að læra það að það þýðir ekkert að væla. Nei. Þú veist, ég bara, ef ég er ekki að mig, ég veit ég verð ekki góð í nokkra daga, ég er miklu betri núna. En það var gaman. Það var gaman? Já, ótrúlega gaman. Hvað hljóðst mikið? 10. Djöfis, bara harðjakst. Já, ég bara... En heyrðu, ég ætla að spyrja þig. Kúlótt. Í alvegni. Djöfull það eru rétt fyrir. Ég veit það. Kúlótt. Já, kúlótt. Ég prófa að senda á eina því ég er að panta þessa grænu buxur. Ég bara, átti þess að kúlótt í fleiri litum. Hún bara, excuse me. Viss hún ekkert Hvað? hvað? Býtu, þú ert nú búin að Litla vera kastin. dálítið mikið í Fraklandi. Já. Já. Búin að vinna þar, eða vann þar í náttúrulega mörg ár árum áður. Alit Sava. Nei, byttu, ég skal segja Já, þessu. ég Þú bara- ert ekki að segja hennar rétt. Nei, ég Nema veit. hvað, þegar ég fór í fyrsta skipti til Fraklands, Já, þá var ég að vinna í Kókó. já. Þú veist, það er svona backstory. Já. Og ég bara það besta lífsminns þegar að Oddur í Kókó spurði hvort ég vildi koma til Paris og kaupa föt. Ég bara, ekki hann að djóka. Já, bara En að fara að eða borga annara mér manna peningum til að kaupa föt. frá flug til Paris og til að fara að kaupa föt. Já. Ég bara, hell já. Já. Nema það á þeim tíma, bara því að við erum alltaf að tala um hverja gamlar. Það var ekki beint flug til Parisar. Nei. En við ættum að fljúga til Luxemburg og keyra. Það er ógeðslegasta bílferð sem ég hef farið í. Hann var svolítið þessi bílstjóri og reykti vindil. Ég var bara Að deyja. og svo bara hér er Eiffelturnin, ég bara æði Já. og búið, Já. aftur heim. Anyway, annars skipti sem ég fór, þá fór ég með sögu, okkar sögu, en til sé. Og við fórum á sýningu á Morgan, þú veist, sem var og einmitt, hét. var og hét. Já. Já. Og ég bara labba inn og ég var svo ókesslega peppuð, ég bara, oh my god, hvað uppáhaldsmerkið mitt og ég bara frá kaupin Morgan og ég bara besti daglís mín skilur. Og allir sem kom til hennar bara Svava, og allir bara, ég var bara ég með henni. Já. Svo var ég bara, wow, gælan ekkert ella fræðina, bara að þekka hann allir. Já. Og ég bara, oh my god, og svo var ég alveg svona smá, bara fannst þetta svo alltaf merkilegt. Og svo var ég bara að svara, hvernig þekkirðu alltaf fólk? Hún alveg, kominur, ég þekki ekki. Ég alveg, þeir allir tala við, bara Svava. Hún grænja á látri og segja, Sava. Sava, hvernig hefur það? Voru ekki að segja Svava. Þú veist, ég var bara, Þannig og fransku kunnunátta mín, ég held ég þurfi bara fara Giggo. Já. Bara gigga franskukennara, Ég bara auðvitað eftir franskukennara á Giggo right now. Right now. Já. Og bara ef það er einhverju góður í fransku, Já. Sænið ykkur upp sem giggara. En Giggara. þetta er bara nákvæmlega dæmi hvernig maður getur nýtt Giggo. Já, bara nákvæmlega. þú ert on it núna. Já, 1 og 10. heldur betur. Bara bing. En þú býr í Garabæ og ég veit að þú fer ekkit rosaloftir ekki ykkur. En þú veist, hefur þú orðið vör við þetta, hvað er verið að gera þarna? Hvar? Það er verið að, þú veist, það er þarna, þegar þú kemur fram með Kársnesinu, áður hún beygir upp þarna hjá Smáralind. Ertu ekki búin að taka eftir? Þú ert kannski ekki búin að vera að fara mikið í Reykjavík undanfarið eða hvað? Nei, ég bara veit ekki hvað tala. Ok, allan voru eitthvað svona viðgerðir eða svona verið að breyta ykkur, þannig að á 50 síðasta þá þurfti ég að fara með lykla á þjónustuborðið í Smáralind. Og það var búin að segja að það væri svona eitthvað að vera að gera og það væri mikil umferð og ég bara eitthvað svona, ok, ég ætla að fara að Sæbrautina þá. Svo náttúrulega auðvitað glemdi ég því. Náði barnið mitt í frostíma, í frístund og ég held að þú ert að koma með mér í Smáralind sem að venjulega tekur úr Vesturbænum kannski 10-12 mínútur að keyra. Ég var í klukkutíma og korter. Maður skal hlusta okkur gott podcast. Nei, herðu, sko, síma minn dó á leiðinni. En ég var í Bless. og ég ætlaði sko að stytta mig leið og fara fram í MH og þá var ég 30 mínútur í þeirri götu, bara. Af því að þú veist, það eru beygjuljós og það voru allir að tróða sér. Þetta og bara tuðhotnið það? Þetta er tuðhotnið. Herðu,
Ok, hver er klukkutíma og kortur að leiðin upp Smáralind? Þetta var 50 kl. 4:30. Ekki ég er 2 mínútur. Já, alla hana, skiptir í máli. Svo var síminn döðið, þannig ég fór í Kultumenn, hlóðan upp í, ég með eldgamla síma, hlóðan upp í 8% og hljóp í Hagkaup, ég eftir að kaupa matinn. Herðu, svo bara er ég búin að kaupa alls konar fyrir á kassan og síminn deyr. Kannski borga. Gat ekki borga. Fyrir á þjónustuborðið, semst, bara í Hagkaup, beðan að hlaða síminn minn. Hann hleðst aftur upp í 8 og ég er literally við hliðin á kassanum og ég er bara með starfsmannan á launum alltaf íta og viltu halda áfram með færsluna, bara já. Fyrir á kassanum, síminn deyr aftur. Þá ákvað ég að fara í símabúðina með barni með mér sem að Veitu hvað geimdi bara dótið? Geymdi bara dótið. Hlóð upp í 10 eða eitthvað, hleyp aftur yfir, það er bara literally 2-3 skref. Ekki millifært á hann, láta hann borga. Síminn deyr aftur. Nei. Jú, ég ætti að fara aftur í símabúðuna og hlaða síman og þetta er eftir ég hef búin að vera í klukkutíma kortur á leiðinni upp í Smáralind með eina lykla sem ég ætti að skilja Hefstu eftir. alveg nekkur kaupur ekki nýjan síma? Já, það er svo annar mál. Hvað árgerð er þetta? Þetta er 12. Þetta er sérst 5 ára gammal sími. En hérna, að því að Ari fór í bíó með Frissa á Odyssey eða eitthvað og ég var búin að sjá fyrir mig svo næs bara eitthvað, ég með strákana heim ætlaði að elda fisk og eitthvað svona. Ég náttúrulega bara kom heim bara á sama tíma og hann. Það var 3 tíma mynd, sko. Þú veist, eftir allt þetta dæmi. Anskötin. Já, þannig ég ætlaði bara að segja, ég ætlaði að reynda bara að spyrja hvort það er orðið vör við þessar roadworks. Nei. Bara, ok, ég var painfully aware of it. já. Atti mín. Atti mín. En herðu, ég fór í annan podcast í síðustu viku. Já, ég er búin að hlusta. Ertu með að hlusta? Ekkert smáflott? Já, ég byrjaði bara að segja, jæja Maja, þú varst ekki. Úps. Já, vörumerki. Já, ég fyrir vörumerki. Já. Það var rókslega gaman. Mér varst þú mjög flott. Það ekki bara, Jú. þetta var mjög skemmtilegt Já. og gaman að fara til þér og gaman að prófa annan podcast. Ríða, drepa, giftast. Já, herðu, Margrét gerði það með mig Já. og ég var stressuð, sko. Já, Af því ég held fyrst hún var að fara að nefna ykkur nöfn, ég var bara, fokk. Þetta er bara eins og Hildur Björns borgarstjóri var að spila Já, þessu. einmitt. Já, það er bara... En ég var að spá, að því við erum aldrei sammálunni eitt, ég skil þetta ekki. Nei. Hvernig erum við vinkum? Ég bara skilja það ekki. Bara, Við erum alltaf bara, nei, ljótsjófi, nei, flottsjófi, eitthvað. Þannig ég var að spá, Kulúts og nott. Kúlót, Já. ég allavega. En Ríða, drepa, giftast, Margrét vörumerki gerði það við mig, þær, og hún Arna, og ég langar að prófa að gera það. Ok. Ok, það er 1 fyndin, 1 myndalegur, 1 ríkur. Ríða, drepa, giftast. 1 fyndin, 1 myndalur og 1 ríkur. Ég sko held að ég myndi giftast þessum fyndna Já, og drepa hana myndalega já. og ríða þessum ríka. Why? Ég veit það ekki. Nei. Kannski græði ég eitthvað á því setna mér. Kallar mútanum það? Ég veit það Nei. ekki. Ég meina, hvað myndið þú gera? Ég myndi drepa hann, ekkert við hann að gera. Drepa ríka, Já, ríða myndalega Já, obviously. og giftast þessum fyndna. já. Ok, við erum allan ekki heldur sammála þarna, en þetta er samt aldrei fucked up dæmi. En já, en mér finnst þetta ógislega gaman að pröfa að fara í svona annað podcast og Já, ég er búin að hlusta á alla þættina þeirra, já, mjög skemmtilegir. já, sammála. Þannig að, já, takk fyrir mig vörumerki. En Svo fórum við náttúrulega í þetta geggja partí. Já, við fórum í partí. Já, það var ekkert smá flott. Nei, og þetta er svo rosalega náttúrulega rosalega geggjuð vara. Já, þú er búin að prófa. Já. Sko, ég er svo elska, þetta er hvað heitir þetta aftur? Þetta er Lip, Renewal Mask já, eða varamask. já, Blue Lagoon Skin Science Lip Renewal Mask. Ótrúlega, bara ég elska hvað þetta er þunnt. Af því Þetta að er varasalinn er svo þykkur og góður, Já. en þetta er einhvern veginn svona, Þetta er einhvern veginn svona smígurinn já, og ég seti þetta aðeins fyrir utan varnar líka. Fyrst var ég alltaf bara að nota fingurnar, eða eins og maður gerir bara oftast við varasala. Já. En það fylgir svona áhald með. Svo var ég að pröfa, að því ég pröfa þetta, ég fekk þetta aðeins undan. Það er að pröfa, þú verður að pröfa þetta. Þetta er einhvern svona, þú byrjar, það er svona stáldoppur á þessu og nuttar þessu svona á og svona líka aðeins fyrir utan, þetta örvar ekkert neginn blóðflæði í húðinni, en núna ég setja þetta bara allt á já, með af því. því að maður þarf að nota application eða Applicatorinn, já, applicatorinn, af því að þetta er svona gróft öðrum megin
Já, sem að þú þarft að undirbúa það ekki jú, til þess að en ég breknaði svona gömlu vana, var alltaf bara að stinga puttunum í, svo var eitthvað sem sagði við mig bara, þú veist, það er náttúrulega fullt af bakteríum í puttunum, kannski betra að nota bara áhaldi. Já, áhaldi. Og ég var bara, auðvitað, Einmitt, hvernig ætli varasalum minn sé, skilur. einmitt, nákvæmlega. En þú veist, þetta er æðislega vara og þetta er til að sofa með, hún vinnur á meðan við sofum, mér finnst það svo mikið snilt. Og kannski er líka oft vararnar eitthvað sem gleymist í svona skinnrútín, Já. það ekki? Ekki, ég reyndar Nei, þú ert náttúrulega kannski, en kannski ég eitthvað- held alveg að það sé frekar algengt, sko. Já. Þannig að, já. En við sko, svo fyndi það, þegar vorum að byrja með þættina, þá vorum við alltaf að tala um þætti og svona, eða ég, Já, aðalega þú komum er eitthvað náttúrulega svona. búið að vera sumar og búin að Já, standa búið að vera pásu. sumar og kannski ekkert mikið nýtt að gerast, en núna eru fullt af nýju þáttum að detta inn og ég er að fá hlustundur að senda mér, bara heyrðu, bara af því að þú ert alltaf að mæla með þáttum, þá ertu búin að sjá þessa tvo. Nú er ég bara komið glæni að lista af þáttum. Fæ ég þetta pósta? Þú fara að posta og það er akkurat núna svona tíminn, þú veist, bara haustið að koma og veist, skólinn var að byrja í morgun veist, það var náttúrulega bara, hvað maður segja, bara skófar á rassinum á börnunum mínum, ég var bara bæ í alvörunni og þau voru samt svo glöð eins og Stormur, af því að hann þarf svo mikla rútína, hann var bara, ég er svo spenntur að byrja í skólanum, en hitt gerpið var bara skóli, já þannig að núna taka bara við kósi kvöld, horfa á þætti borða ís frá MSIs þeir koma örugglega með eitthvað glænýja núna já, og svo hef ég verið að borða alltaf mikið af þessu Goofies hana. Ég var einmitt að hugsa um það. Já, þér fannst mannstu bestur blái sem að var Candyfloss. Já, minnst líka Goofies, minnst það var svo cool nafn. Já, núna er maður að fara Goofies upp í sófa í gufuteppinu Jesús. og horfa á þætti. Ég get ekki beðið eftir að sjá það. Gæti lífið verið betra? Nei. Ha? Nema að þú hættir að horfa á þætti í símaninum. Já, ég veit ekki alveg hvort að, já, ég þarf kannski eitthvað að fara að endurskoða það. Ég veit það ekki. Mér finnst bara eitthvað kósi að halda á síman með ég liggi sjómasófan. Stilla ógæslega látt, hann heyri ekki neitt. Já. Ég held að svona sjómaskonu svo þú vildir hafa svona... Nei, ég með þetta bara mjög látt og... Ég hefði held að þú voru með svona sound system. Það er sound system heima. Ég bara notaði ekki. Þú notaði náttúrulega bara þennan æðislega síma. Já, þannig iPhone 12 Pro og máliði dött. En við ætlum að fá gest. Við viljum að gest. Gerðu in shape. Drottning, líkansrætta drottningu Íslands. Ég kalla hann svo oft Miss Jones. Miss Jones eða Queen Fonda. Já, Queen Fonda. Já, hún gengur þetta alls konar nafn. Ég er oft í tímum hjá henni að horfa á hana. Ég meina gæla henni bara köggluð, skilur við. Og ég hugsa að bara halda áfram. Kannski ég farið eitthvað tíma svona rass. Örugglega ekki, skilur við. Já, ég meina að þú veist, hún er náttúrulega svona... En það mætir bæting. Ég veit að mætingabæting, hún er náttúrulega líka gömul fimmleikadrottning, sko. Já, þannig að hún er bara fyrir geggjaðan grunn. En hún er náttúrulega bara æðisleg. Já, þetta er geðveikt samt að hafa náttúrulega að horfa á, það er svona motivation. Algjörlega, guð minn góður. Svo er hún bara svo mikið góð manneskja. Ég hlakka mjög til að heyra hvað hún hefur að segja. Já, fáum Gerðu í stólinn. Heyrðu, Gerða in shape. Má segja það? Þú mátt allt. Queen Fonda eða Miss Jones. Miss Jones, þú átt heiðurinn af því. Þú svaraði ekki alltaf. Ég er farin að gera núna. Ég segi stundum í tímum Miss Jones og þú bara ekki. Ég er farin að venjast því núna. Finnst það ásett skrítið fyrst. Mér finnst það klæða svo vel. Já. Velkomin í Stílbrot. Takk fyrir. Hversu gaman að fá þig. Takk fyrir að fá mig. Herðu, ég ætla að byrja að þakka fyrir haspurnar. Ég gæti alltaf að labba hérna niður treppunar. Ég er svo ánað að heyra það. Þú veist bara, ég get ekki labba niður stíðan, ég bara, yes. Sitt, ég var bara, þetta var svolítið erfið æfing síðast. Og ég var alveg að deyja og svo heyri ég bara, býðum eftir Andri og ég var bara, fuck. Já, ég hef lúmst gafan að því, já, ég veit að ég tek svona, en ég held líka svona þegar líður stundum aðeins lengra á milli, þá er maður stöðuð með haspurinn. Eitthvað svo leiðist. Ég er ráða til að svona seima manni. Já. Á jákvæðan hátt, svona uppbyggilegan hátt. Já, þokkalega, allan daginn. En Gerða á og rekur vinsælu líkamsrættastöðuna In Shape á Garðatorgi í Garðabæ. Já. Og þú ert BSCS, nei hvað ertu í? Ég veit þetta ekki einu sinni sjálf. Ég er með masterskráðu í íþróttafræði. Ég tók upp í Háskólanum í Reykjavík, þá tók ég BS-skráðu og svo bara var ég ekki ennþá viss, þú veist, hvað mér langaði. Þannig hugsa þú
okkar ár og fyrsta ár til þess að þurfa að taka þess að 2 auka ár til þess að vera kennari fá kennsluréttindi Okay. en ég var ekkert að stefna því en ég var samt ekki viss hvað mér langaði þannig ég hugsaði bara, ok, ég tek bara masterinn. Já, vel Okkur ekki. gert. Hví ekki? Já. Heppilegt fyrir okkur hinnar. Já. En það náttúrulega beautiful stöðin, það örugglega fallaðasta stöð bara landsins og ég verða að segja, þú ert mjög mikil örlavaldur í mínu lífi, sko. Einu sinni var ég alveg aðfram komin og bara leið ekki vel og ég var bara, ég verða að finna mér eitthvað að æfa og ég fann aldrei neitt. Fæ skilabóð frá okkur konu sem ég vissi ekkert hver var. Maður bjóðar að námskeið í eitthvað. Ok, this is God speaking. Þetta kom svona tímapunkti sem ég var bara svona, ég gat ekki sagt nei. Og ég þurfti að koma og það var mikið gæfuspor fyrir mig því hér er ég ennþá. Og það elti á nokkra staði við sverum bæinn, kersti Reykjavík umferðinni til að koma í tímatíðin. Þetta er eitthvað svo típist ég, svona þegar ég hugsa tilbaka, þú veist, eitthvað neginn, ég bara, þú veist, fæ eitthvað hugmynd og ég bara geri það. Já. Og ég veit ekki, þú veist, ég bara, eitthvað neginn, komst þú upp fyrir mér á þessu tíma, ég með þekktust ekki neitt og ég bara... En ég er búin að vera áskrift síðan. Mér langar að fá þessa til minn, mér finnst hún ótrúlega flott fyrirmynd og svo eitthvað neginn bara langar þig að koma? Já. Alveg típist þú. Já. Og bara geggja partí síðan þá, stöðugt. Svo var ég alveg svona góðan tíma að gefa mér svona afsakanir, bara nei, ég nenni ekkert að keyra þanga og það er mikil umferð. Ég flutti til þín. Svo flutti hún til mín þegar hún sagði við mig, já, ég er á Garðatorgi, ég get basically labba. Það er engin ásökun. Það hugsaði bara, ef ég mæti ekki núna, þá er ég bara auðli. Það er bara þannig, þú veist, í alvörinni. Þannig að takk fyrir að koma í Garðabæinn. Ég get sko labbaæfingu. Það er fyrsta sinn sem ég get það. Ég get bara flautað fyrir utan bara ekki leiðið. Nei, það er rosalega, það kom mér bara rosalega mikið á óvart líka. Hvað er bara aðeinslegt að vera í svona rótgrónu umhverfi og bara mikið á konum úr Garðabæ og þetta er bara ótrúlega skemmtileg breyting. Ég hef ofta verið miðsvæðis en núna þá, er ég komin í svona hverfi og þetta er bara rosalega svona, bara rótgróð og svona huggulegt. Já, marga fara kaffús á eftir og þetta er alveg svona ekstra næst. Já, það er alveg það. Og þetta falleg stöð náttúrulega. En mér langaði svona að spyrja á þetta, nú er ég náttúrulega eins og fræktur orðið búin að vera breytingaskeiðinu ógeðslega gaman, mæli með neitjók en þú veist, ég finn svo mikið mun hvað er það sem breytist aðalega hjá okkur eftir kannski svona hvað að segja 45 eða? Já, sko, þú veist ég held að sé gott að taka kannski fram að þú veist, ég er náttúrulega engin sérfræðingur í, þú veist á því sviðið, þannig séð en ég er að meina svona tengt æfingu já, mér finnst í fyrsta lagi æðislegt hvað bara, þú veist, og þið líka, þú og Maja og bara fleiri eru bara svona að opna á umræðina að þetta er svo rosalega áhugavert og þetta er bara svo mikilvægt og þegar maður hefur svona smá áhuga á þessu breytingaskeiði sem að enginn fer ekki gegnum en við förum mikið í gegnum það og líka tekur þetta alltaf mörg ár þannig að þetta vera on board bara einmitt, og sumir fá þú veist, fara svona veri gegnum en aðrir og ég þú veist, veit heldur ekki hvernig er að fara kannski bara alveg gegnum að ég er með ykkur einkenni þú ykkur og svona mismandi svo kemur þetta líka svona gegnum árin svona bylgjum en ég held að sko fyrst og fremst sem að ég svona sem íþróttafræðingur veit að þegar maður fer í gegnum eða bara yfir 40 og er að æfa þá þarf maður að huga að styrktaræfingum. Ertu að meina með lóðum? Já, með lóðum og samt ekki að fara að henda sér bara strax í ykkur þunglóð án þess að byggja kannski upp grunnstyrk sem maður getur gert á alls konar hátt með ein líkamstengd en svo þarftu að fara að bæta við lóðum af því að það verður erfiðar að halda í vöðvamassa og þetta tengist sem að mér finnst stundum margir kannski eiga erfitt með að hugsa þetta frekar fram í tíman af því þetta var alltaf svo mikið bara ég þarf bara að missa kardió núna og ég þarf bara að missa 10 kíló fyrir ammali mitt sem er bara í desember og maður er bara eitthvað svona en langar ekki bara að geta þú veist
lifa heilbrigðu lífi, seinna meir, haldi jafnvægi, bara farið, þú veist, sjálfur, skilur bara gert alla daglegar aðeimur. Klætti, já, en þessi hlutur, maður þarf svona á þessum tíma að hugsa þetta meira fram í tíman. Þú veist, eins og Tinna sagði. Já, leggin, eins og Tinna sagði bara, þú veist, þegar hún sá Madonnu, bara beigja sig niður, geta staðið, bara þetta. Bara hnipun og hælunum. Þetta bara svo margt. Þetta bara svo margt. Maður vill vera bara svona hraustur, líða vel og svo bara held ég líka að því að sem ég veist líka vant inn í þessu umræðu eins og eftirfertut og breytingarskeiðið og þetta það líka svo margt svo ótrúlega skemmtilegt. Já, einmitt. Þú veist, að vita hver maður situr í sér, þú kemst ekki upp með alveg sama hvað öðrum finnst. Alveg sama hvað öðrum finnst og svo líka þú finnur miklu meira, þú tengdari sjálfu þér, þannig að þú finnur bara, heyrðu, ok, ég búin að sukka hérna í 5 daga, þú bara sér ekki út úr augun þegar þú vaknar og þið líður andlega illa, þú ert rosalega blótið og þú veist að þú lagar ákveðna þætti, maður farin að þekkja sig, að það hugsa bara, heyrðu, ok, nú þarf ég að taka mig aðeins á, nú þarf ég að drekka meira svefnin, mjög mikilvægur og allir þessi hlutir en styrktaræfingar, já, myndi ég segja það, maður finnur að það hægist þessu kerfinu. Þannig að basically svo fyrir mig að fara eitthvað svona cardio, bara eitthvað geðveitt, ég þá bara að lenda í fight or flight eða skilur. Það er rosalega persónubundið, þú veist, ef þú verður að velja þér eitthvað, ég myndi alltaf fara í góða styrktaræfingar. Mér finnst cardio, þú þarft líka að, þú veist, halda kerfinu við höfum oft verið í fight or flight og það er ekkert alltaf neikvætt. Stundum þarf maður að vera í, þú veist, fight or flight, þetta svona, ég myndi ekki leggja áherslu á cardio, sérstaklega ef þú ert svona mikið að vera í lífinu og þú ert með kortisólið, þú veist, hátt uppi, en það er gott samt að æfa, þú veist, cardio bara fyrir hjart- og æðakerfi, því að oft finnur þú líka ef þú tekur cardio, hvað þú nærð að slaka vel á, þú veist, eftir á. En ég tek eftir hjá mér, ég var alltaf með svona, þú veist, bara var alltaf með svona frekar skortna hendur og svona. Já, og ert með ég sé svo mikið niður, ég bara svona bara... Andra bara það fárálegt. Það eins og hún sé í laumi heima bara með þunglóð. En já. En við mættum í tíma á mánudaginn, við ætlum að fá hérna vöðvan hérna sem Viktor bakka með hvernig gengur það? Já, þú fær það bara á einni vik. Já, ég sá það. En það líka það sem gerist eins og... bara með tímanum að bæði það kannski maður þarf að bæta eins í lyftingarnar en maður ekki vanuð þeim, þú veist að þyngja eins en svo aftur líka kannski eins fara hann að skoða, þú veist, mataræðið sitt af því að ef maður stöð kannski að borða bara kolvetni eða borða, þú veist, bara ekki að hugsa mataræðið sitt að þá er líka svolítið erfitt að fóðra vöðvana og gefa þeim næringu. Nákvæmlega. Og það þannig að, þú veist, að brennslan hægist hún bara með áran? Já, ég held að það sé bara, það er bara gangur lífsins, það hægist bara á, þú veist, öllu hægt og rólega. Mér veist vera mjög mikil fegurð í því að bara að það hægist aðeins á. En stundum einhvern veginn, þetta er ennþá ómikið svona, nei, þú veist, halda áfram gakk og vera í þessum svona, eins og maður sé eitthvað minni manneskja en mér er svo mikið fegur í því ég bara eins og ég sé þú veist 90 ári, ég bara klukkan var 11, ég var komin upp í rúm ég fer bara í sund bara, sé alltaf þú veist sama fólkið sem er oft svona eldra fólk og ég bara þú veist, ég elska svona þú veist, aðeins að hæja á, já, og fylgja því, ekki bíða eftir að maður, þú veist klessa á vegg, það þarf ekki. Það má alveg bara svona, já, herri, ég er bara aðeins að... Já, það er rétt. Já. En er nóg að æfa 3 viku? Ég myndi segja að vera alveg nóg að æfa 3 viku ef að þú ert, ef að það er consistency í því. Að því að 3 viku, ef þú ert að taka góða styrktaræfingar, segjum, þá hefur hina dagana, ég myndi aldrei bara æfa 3 viku og vera búin á því, heldur frekar myndi ég þá bara vera með mínar föstu æfingar 3 viku og svo kannski blanda við eins og fara í sund hina dagana. Ertu að synda?
það fer eftir hvernig feeling ég í, hvort að mér langi þess að synda 4 ferðir, bara aðeins að, þú veist, vera meðvituð bara, mér gott vatni svo heilandi, þú veist, þá ég bara í ykkur svona núvitund, þú veist, í vatninu, mér finnst stundurlanga með að synda meira. Þú veist, þið vitið, eins og þú sagðir á hann, maður bara upp og niður og þegar maður hlusta kannski svolítið á líkamann. Já, skil. Þegar maður lærir aðeins að hægja og fylgja bara, ok, að vera aðeins að tóa mig niður núna, þá opnast ótrúlega mikið rými líka til þess að skilja bara, já, ok, heyrðu, núna ég bara til í að, þú veist, hlaupa besuna. En á bara... Ég næði þessu í göngutúrum. Já. Ég fyrir stundum bara úrvinda út að labba og ég næði þá einmitt þessu. Já, sem það æðislegt. Mér finnst bara göngutúrar einmitt vera, já, en það eins og við komum aftur að, þú veist, in shape til dæmis, að það maður sér það meira og meira, þetta orðið bara svona ótrúlega fallegt samfélag og þetta snýst ekki bara að fara og pína sig áfram og vera svo bara búin á því. Þetta snýst að koma konur bara saman, rækta, þú veist, bara en þú ert svolítið góð í því. Ég bara elska að sjá, þú veist, út undan mér þetta svona blómstra saman hjá öðrum konum, þær kynnast, þetta svo mikið næring. En þú líka gefur öllum lyftir öllum, þú hefur, þú veist, tekið margar í myndatöku og, þú veist, mann líður svo vel í kringu þig. Já, ég held að það sé samt mín næring, þú veist, þetta svona, ég mjög heppin með að fundi bara svona mína köllun, maður á að segja, þú veist, ég veit að þarna... Já, þetta kemur svo effortless hjá þér, maður sér það alveg. Já, og ég bara fæ svo mikið út úr því, þú veist, að geta aðstofa fólk við að finna eitthvað svona eins og kom einum daginn, einmitt alveg bara ógeðslega ósátt við hvað hún einmitt var bara, þú veist, sama hvað hún gerði, hún ekki svo var kerfið og þú veist, komið í hausinn, bara rosalega mikið streita og bara hamast og með svipun á sér og vildi gera meira og meira og meira og samt búin að eignast, þú veist, 3 börn og komin yfir fertugt. Og ég var bara eitthvað svona, vá, bara, ertu búin að fara til kvensjúkdómalæknis? Það bara, nei, ég bara, geðveikt, ég bara, vá, þú ert svo mikið eftir. Já, þú ert svo mikið inni. Þú ert svo mikið inni. Ég bara, veist, Þetta laga þetta. Já. Og mér fannst það, actually, ég segi bara prófa þetta, sköpa þetta, og ég segi ekki, þú veist, hafa áhyggjur, það nóg. Og það eins og ég var að heyra ykkur daginn tala, svona, hjálpar konum að því að fyrir suma til dæmis virkar eitt, þú veist, og að meðan að þegar maður getur tengt við mismunandi konur. Það svolítið erfitt, það virkar ekki neitt það sama fyrir neitt. Nei. Þannig að mér finnst það líka, ég var líka að hugsa svolítið áður en ég kom í þáttinn af því að stílbrot og þeir svona mikla svona bara, þú veist, tísku drottningar. Og ég hugsaði svona, þú veist, hvað tíska fyrir mér, var ég að hugsa. Að og það þú veist, líka þetta bara svona svolítið að mér finnst svo flottar þessar stelpur líka og yngri stelpur sem koma til mín sem að bara þora, þú veist, að vera þær. Já. Klæða sig eins og þær vilja, þú veist, vera með þetta sjálfsöryggi. Mér finnst það svo mikið svona, þú veist, í staðin fyrir endilega alltaf, þú veist, alltaf, maður sér bara þegar fólk sinn einn stíl, situr vel í sjálfu sér og bara svona, þú veist, heilbrigt og flott. Mér finnst það vera svona... En hversu miklu máli skiptir mataræðið? Þú veist, segjum sér duglega að koma æfingar, en mataræðið 90% eða? Sko, þá getum við aftur farið, maður sér eins og ungu krakkana, þú veist, ótrúlegt hvað þau komast upp með, en minna núna finnst mér heldur en áður, já, að því að það bara maturinn orðin öðruvísi. Já, hann bara búið að eyðileggja. Já, þannig að mér finnst núna mjög unga stelpur vera bara rosalega bloated, þú veist, vera spyrja mig eitthvað svona ráð sem að ég, þú veist, spyrja það bara 2-3 spurningar bara, já, þú veist, hvað er það að borða og bara fyrsta 3 sem kemur upp, ég bara svona slepptu því? Já, og líka bara, þú veist, það allt í óreglu svefnin, en það enginn að tengja, þú veist, þannig að það eins og við tölum aftur að fá að hæja hans á og allt þetta ferstuð sem bara hæra á breytingaskeið þetta eins og þetta sé, maður bara eitthvað svona, hvernig væri bara stoppa hans og bara herði, já.
og svo halda margar konur að segja til dæmis börnáti eða þú veist, þetta svona einkennin ekki ósvipuð þannig að maður veit ekkert hvor hvað ég nefnilega hugsa, þú veist, það má alveg stoppa áður, það þarf ekkert að gerast til þess að maður stoppi þið vitið, maður hefur oft svona fyrst að lenda svona aftanmanni þú veist, maður bara full í sínu og alltaf verið, allavega ég tala bara fyrir mig bara alltaf verið að gera sama, vinna svipa mikið, hitta þú veist, sjá fjölskyldu og elda og bara allt þetta sem maður þarf að gera til að reka heimili og maður hefur bara verið á okkur keislu og svo allt í einu á ég ekki bara inni fyrir að vera á sama gasi og það smá skrítið að læra ég sammála, það gerist enda mjög hratt hjá þér eiginlega. Var það ekki? Jú, það hrundi svolítið hræsilega hjá mér. Já, með varst að gerast... Manni fór í göngutúr með þér þegar ég var búin að prófa tvisvarsinnum þetta gel og ég fann mun. Já. Ég var að fara að gráta bara í göngutúr, ég finn mun. En manst ekki líka, þú varst búin að tala augþurr svo lengi og bara hlutir. En það var bara enginn sem sagði mér að það geti tengst þessu, augþurrkur. Nei, en þess vegna, þú veist, þegar þú býr til samfélagi, það sem er bara svona bara partegin, þú veist, örugt umhverfi fyrir konur til þess að segja allt, þá kannski allt í henni eru fleiri bara, heyrðu, byrju ég líka búin að vera bara með augþurrk en ekki engin önnur einkenni og þá kannski verður það til þess að þú hjálpar henni að hún fái, þú veist, eins og hjálp fyrir. En ég er með smá confession. Hvað er maður? Ég er búin að æfa hjá það svona off and on bara í öll ár eiginlega öll árin þá, þú veist, þarf ég að pína mig. Ég fæ aldrei tilfinninguna að bara mér langar óksla æfingu bara. Nei, ég þarf bara að pína mig nema núna það búið að breytast ég hlakka til, ég bara og ég er bara orðin bara, ég átti að fara fundi fyrir mál ég bara aðeins að hafa setna ég bara að gera þetta alltaf undan ég fara að fund með Gerðu með Stjóns var hringjað en þetta hefur aldrei gerst fyrir mig áður ég hef alltaf látið einhvern veginn annað ganga fyrir en núna langa mig að láta þetta ganga fyrir og kannski er það út af því að ég finn hvað að læta mig liða vel bæði það og þú ert líka kannski líka búin að bara gefa þér tíma til þess að finna, þú veist, einmitt og leifa þér, bara svona aðeins að staldra við og hugsa, þú veist, ok, byrju, það er eitthvað að gerast og ég ætla svona aðeins að laga það, en ég skal koma með confession á móti mér langar ekkert að fara á æfingu endalaust þú veist, ég er alveg, ég tengi við þetta og það er oft sem að fólk horfur á mig og er bara þess vegna kannski líka er, þú veist, gott fyrir mig einstakar sinnum að koma fram að því að stundu þegar ég fari í viðtöl þar sem að algengasta sem ég fengi er bara, borðað þú súkkulaði þú veist, eða bara þú veist, kemur þú ekki úr fullkomnum, þú veist, aðstæðum eða er ekki svona, ég er bara eitthvað svona, nei, ég er líka venjuleg, mér langar líka, þú veist, ekkert ég stundum bara þið vitið, þú veist, femar bara tekur marga dag eitthvað, þú veist, sukkar en málega með tímun þá finnur maður tímið ekki eins mikið. Ég veit það, ég skilji. En Eva Gerða með Stjóns myndi bara lappin í Spar á morgun og þú ert bara að kaupa eitthvað næst fyrir daginn allar eitthvað, hvað myndir þú kaupa þér? Þú veist, þú ert ekki að fara í pizzasnúð. Nei, en það er líka bara, en þá koma enn og eftir að því að í dag þá finn ég líka tenginguna við, þú veist, andlegu líðan og matinn og ekki út af því að ég er að seima með eitthvað, ég verð að borða bara að fá hérna þurra kjúklingabringur og hrísgrjón eitthvað. Málið er að ég finn bara, ég léttar á mér andlega, þú veist, ég sef betur, mér líður betur, þannig að ef ég var að fara inn í Spar í dag, þá myndi ég örugglega finna mér gríska jógúrt, ber eða hnetur, dökkt súkkulaði, ég á það alltaf til. Dökkt súkkulaði, ég meira þess að fara að klóra mig yfir 70%. En svo fer ég að kaupa mér hunang, þú veist, ég á alltaf hunang kaup með það hjá siðkarlinum og ég bara sitt það og julla því og allt. Julla því? Svoleiðis. En sko einu sinni bjóst þú til fyrir mig. Músli. Já. Nei, sko ég verða að fá þessu öskari. Ég er búin að fá, það verða fleiri, ég er ennþá að fá, en þú veist, hugsið líka þetta, það sem ég veist að vanta frá, þú veist, konum, ef þetta er svolítið mikið hugafar, allt þetta tengist allt saman, anda, þú veist, ofan í maga, ef allt er of mikið, þú veist,
ekki fara í kardió, þú veist, og nákvæmlega. alltaf hafa, þú veist, styrtaræfingar í grunninn, auka en sá það því að bara hægist á, þá þurfum við að styrkja okkur meira því að það er það sem heldur okkur ungum, þú veist, ef við viljum vera unglegar, þá viljum við vera hraustar og sterkar og bera okkur vel og allt það. Þannig að núna með matinn, já, ég hef gaman að matnum, þetta er ekki föð. Að því að núna til ChatGPT skilur sem er gott og vont og því að ég var bara, þú veist, að halda ég var að borða óslega holt að því ég elska náttúrulega granóla og gríska jogurt og eitthvað. Svo er ég bara að setja múslið mitt á og þetta bara, mér finnst næst í svo nammi, ég bara lifa minn besta dag, mér finnst það bara æði og svo bara setja mynda músliðinu inn á chat og hann bara, ég myndi bara setja kannski svona eina skeið þessu, þetta er náttúrulega ekki gott fyrir það er bara múslið sem ég keypti og í trúum að væri holt, bara eitthvað fullt af einhverju drastlið, svona þegar ég læra að búa til svona músli, en kannski fáum uppskrift hjá þér og setjum á Já, það var reyndar mjög gaman en líka svona mér finnst líka, ég er sammála því og með gerðugrindina, þetta er svolítið skemmtilegt og talandi tísku líka, þá er þetta líka, þú getur bara farið í búð og bara tekið mynda, þú veist, þér og mynda slá, það bara, já, franstur hæði þessi litur fyrir við þínu augu og þína húð maður bara þarf ekki að gera neitt. En svo er líka bara smá, held ég eins og ef við, þú veist, fyrir maður sér þetta með matin eða múslið, einfalt er gott, þú veist, og það er líka með mat, ef þú veist, þessa netu góðar, saksa þetta bara saman, þú veist, döðlur er alltaf, þú veist, gott með trefjum og bara smá hunang og bara svo finnst svo gott að þetta smá súkkulaði á þetta en ég hætti því núna bara dögt súkkulaði svo fann ég eitthvað kókos, ég bara þetta er bara eins og nammi, þetta kemur bara snart frá nammi, þetta er kókos er bara æði, svo tók ég mynd af því þá er þetta náttúrulega eitthvað sigraður kókos það er alltaf bara skemmast ég náttúrulega tengi ekki við að skóla þú veist, ég er bara tjatt er bara opna auga minn fullt sem ég er að gera sem bara, kannski ekki alveg nógu gott en þetta er samt svo frábær punktur og því fyrir mér er þetta svo eðlislegt, þú veist, ég bara horfi kannski á eitthvað mat og ég bara eitthvað svona þú veist, veit bara að ef hann er bara, þú veist, hreinn úr jörðinni eða bara svona förum aftur til fornaldar og leikum okkur með það en það þarf ekki að vera leiðilegt eða þú ert með hunang og dögt súkkulaði. Ég var að lesa eitthvað tískublaðan daginn, það stóði einmitt sko að við erum búum í heimi þar sem við erum búin að eyðileggja matvælin okkur sem mikið að við erum að gera okkur veik og svo erum við búið til lyf til að lækna okkur af því að við erum búin að eyðileggja matvælin í staðan fyrir að laga matin okkar. Það er alveg þannig, ég hlusta mjög, mér finnst þetta allt svo áhugavert, mér finnst þetta svo skemmtilegt en líka eins og þú ert, þegar við fórum í myndatökuna fyrir InShape að þú veist sko, þú býr til bara, þú veist, bara eins og með flíkur og allt, þú getur endalaust föndra og breytt og bætt og með sokkana, þú veist, hvað við því vín líka. Ég bjóð til InShape skó. Já, hún bjóð til InShape skó úr sokkunum. En þetta er líka, þú veist, maður var bara, og þetta á við hana bara svona, þegar kemur að, þú veist, þínum hæfileikum með föt og bara svona litli smáminni sem að þú sérð og fólk fylgir og þess vegna erst þú líka svona ótrúlega stór fyrirmynd fyrir mig og bara fyrir aðra og svona að þetta er líka sem er máli yfirfæra bara þessa list þú veist yfir í matinn dreifinni bara ég er bara ekki með neitt þar það er smá viss Nei, þú ert að mixa þessu saman Já. En sko, ég hef hugsað þetta, ég labbaði inn í spar bara eitthvað horfi á alla matinn sem er þar og hugsa bara, reynda að vera eins og Rikka eða einhver svona kokkur og ég bara horfa á allt og fæ engar hugmyndir og því ég get halda efnapröfu og sé kjól en ég bara horfa á eplið og ég sé bara eplið það gerist ekki neitt ég reyna að leita af lífrænu ef það er eitthvað svona áherslu ég reyna það, mér finnst það mjög svona mér finnst það mjög áhugavert bara hvað sem er þar en líka bara ef þú ert að leita próteini stundu þarf þetta heldur ekkert að vera svona fallegt eins og þetta er ofta á Instagram eða TikTok bara náðu bara í harfisk og smjör ég elska það bara þú veist þá ertu bara leitað eitthvað svona góðu próteini að það er alltaf auðvelt að grípa einmitt í pítsasnóðinu hitt en ef þú hugsar út frá próteini þá bara svona ferðaveljaðar og svo bara einmitt og hreint allt hreint það er svona sem hreinast þú veist maður er til í þú veist sigur eitthvað staðar en ekki í öllu
Já, líka Það var ekki minn verið sykur bara í jógurtinu og ostinum eða eitthvað skilur. Nei, en líka minn þekkir, þú veist, bara líka kannski, þú veist, döðlur sem sætu eða smá hrásykur, þú veist, lífrænan hrásykur eða eitthvað, en ekki öll þessi sætu efni. Við vitum, við erum smá tilraunadýr fyrir það. Hvað vitum við hvað líka minn hefur aldrei verið vanur því. Sumir segja sykur segja eitur, ég veit ekki. Já, við erum samt, þú veist, átt með lífrænan hrásykur eða sykur úr einmitt döðlum alls konar sem við notum. En þú drekka vítamin vel fyrir gæls, það ekki? Skál fyrir þig. Nei, en svona, já, fyrir mig einmitt þetta svolítið mikið svona common sense. Einfalt er best og bara einmitt bakka svona aftur til fortíðar svolítið. Ég held það sé rétt. Veiða fiski sinn. Sjóða ísu. Já, sjóða ísu, kartöflur, smjör, Já. En 10.000 skref á dag eins og er á TikTok alls þar, er þetta hot or not? Nei, not, okay. Not, ég bara þetta veldur óþarlega mörgum kvíða. Fyrir suma er þetta hvatning og ég stið það 100%, fyrir mig alls ekki. Eins og með svefnin og svona bara maður vakna bara ég er búin að sofa bara, þetta var góð nótt, svo bara nei, guð, þetta var hræðileg nótt, og þá bara er allir dagurinn ónýtur. Maja tengi. Ég tengi við þetta. Já. Ég hætti úrinu mín hún í skuffu, það voru svo mikið kvíðavaldur hjá mér. Ég var bara alltaf að... Ertu ekki með úr? Nei, ég er ekki með úr. Ég væri til í eitthvað svona gútsjúr eða eitthvað slags. Bara alveg úr. En ég er ekki með neitt úr. Þannig þú veist ekkert hvort þú sást vel eða ekki. Nei, sko, ég náttúrulega er alveg svo sem að prófar, þú veist, allt. Ég er búin að kaupa mér, þú veist, öll úrin, allar hringana, já. Í alvörunni? Já, þetta allt í gulli, silfri, svörtu, bleiku, jú. En ég hef aldrei prófað. Ég myndi ekkert mæla með því. Nei, eða sko, en koma aftur að það er bara fyrir þá sem þurfa, frábært, en eins og fyrir mig og marga aðra sem er eitthvað svona pæli í svo of mikið, veldur það gleði, þú veist, ertu ánað eða nei, þú veist, ekki fyrir alla, þegar við erum ekki öll eins, þannig að maður þarf svolítið að vega og meta, hjálpar þetta mér eða er þetta kvíðavaldandi? Ég hef alltaf reynt, sko, kannski hljómar fárlega, en ég hef alltaf reynt að hlusta, ég trúi að líka minn biðja það sem hann vanti. Auðvitað. Og þú veist, en þá komum við aftur í tíman, þetta er alltaf það sama, þú veist, hægjum aðeins á, förum aðeins aftur á bak, einfaldum aðeins hlutina, þú veist, og eins og með, þú veist, líka tísk, hvað finnst mér flott, þar ég að vera að fylgja öllum hinum og vera ógeðslega flekt og vita ekki neitt og vera svo óana með mig, eða bara gefa mér smá space, fara út í, þú veist, náttúruna, eins og þú segir, göngutúr, aðeins að fá til mín bara svörin, bæði með mat, eins og ef að músli sem að þú keyptir í búðinni, ef að þið líður ekki illa af því. En mér líður aldrei illa súkkulaði, hvað ég gera? Ég er bara með því þar, ég elska súkkulaði. Nei, eða þú veist... Það er einu sem ég fæ ekki illt í magana, ég get ekki bara avokado, þetta er náttúrulega hlýtt að vera eitthvað vörsvik. Nei, en vitið, þú veist, súkkulaði, dökkt súkkulaði er bara holt, þú veist, andur sig. Mér er dökkt súkkulaði ekki gott. Nei, og svo líka bara með þið vitið, bara það sem lætur manni líða vel og eins og þú segir, þú ert mjög góð í að hlusta og það er bara, þú veist, meðist það vera bara að þú veist, ég veit hvernig er það að fá kjöt. Já, ég er líka þar. Þá bara kalla líka það að fá kjöt núna og bara það er ekki til umræði, það er bara kjöt í matinn. Ég er með þar, ég elska mest af öllu að fara á veganstað sem heitir Garðurinn. Ég veit, þú hefur búið með þangað. Og það er bara ekki það ég sé vegan og hef aldrei verið. Og rosalega góða matur. Það er bara þau hugleiðu öll. Þannig að, þú veist, setast þar niður, færðu bara eitthvað annað. Þú ert ekki bara að fá, þú veist, matinn. Þú veist, þetta er allt lífrænt og svona, en þú ert að fá bara andan. Já, ég skil. Frá þeim og staðnum og svo matinn líka. En eins og með kjötið, ég var líka bara á meðgöngu að þá bara kreifa ég fór alltaf innan á höfn, mér bara þysti í það, þú veist, bara hverjum degi að fá mér eitthvað tapas. Já, þá er eitthvað sem það vantar. Já, þannig að ég fattaði þá líka bara, herðu, þú veist, ég þarf þetta. Við erum miklu klárar en við vitum. Já. En ég er með hraðaspurningar í búið Mestis Benz. Já, vinnum maður Benz sem maður... Já, ef þú sagði röllir ég. Já, nei, hvað er maður? Herðu, æfingaföt allan daginn að dressa upp. Dressa. Það ekki? Jú. Skott. Sníkis eða hælar? Ég myndi eiginlega segja bæði þannig.
ég bara ekki bara snickers. En í æfingasettum það svartaði litir? Litir núna, meira þar. Fíla. Já. Sokkar upp yfir leggings? Já, og hælar við. Já. Insveit sokkar, Já. halló. Já. Crop top eftir 50? 100%. Nákvæmlega. Bara alveg. Þröngt eða oversized? Bæði, bara, já, ég myndi segja bæði. Bara Förðun í ræktina, já eða nei? Bara allt sem þú vilt í ræktinni. Eitt sem ég vil segja þarna, í þessari hraðaspurningu sem er mjög fljótt. Innihaldsefnin, ef þú ætlar að setja, ég til dæmis ætla ekki að setja á húðina, þú veist, bara ef þú vilt setja eyeliner mask eða eitthvað svona, en ef þú ætlar að vera með eitthvað svona á húðinni, bara kíktu á innihaldsefnin. Ok, mjög gott. Skarkripræðingu? Eins mikið og getur hlaðið á þig að skarkripum. Bling, bling. Hvað flíklætið líða strax líða eins og sért put together Já, ég myndi segja góði skór eða góður jakki skór eða yfirhöfn Oraring eða Apple Watch Oraring er sko bara gull oraring, bara svona upp á lukkið Ok og svo sannilúra eða eitthvað þannig hvað Já, bara, já, eitthvað svona gull alveg sem telur ekkert bara Stíll eða komfort? Ég myndi segja stíll ég myndi segja stíll Og svo í tísku að mæta æfingu? Já, það er bara í tísku að hugsa vel sig Nákvæmlega Já. En þetta er ekki hraðaspurning, það eru búnar og þú vannst Mercedes-Benz að einvali en uppáhaldsvaran þín frá Blue Lagoon Skin Science Já, ég myndi segja tvær bæði nætur maskin Já, sofumaskin sem maður kallar hann Sofumaskin sem að ég bara set á mig hvað sem að er dag eða nótt Hann er æðislega Mineralmask Já, mineralmask og fyrir flug og svona bara smyrja þessu á mér það mjög Hann er rosalega góður Hann er rosalega góður og þund lag stundum að því ég fyrir mikið í sund og svona eftir hvernig ást bara ef ég þú veist, eitthvað þurrari bara nota ég meira heldur en bara á nóttunni Setur á hálsinn? Já, hálsinn Ég líka alltaf Mér það, stundum handabökin Ég líka restina, alltaf aldrei þurrkaði handklæði Nei, tímið bara alls ekki En svo var það líka nývara sem ég var að prófa sem mér aðeinslegt það aukt seramið með hana sem er svona kælis og svona Ég dýrka það Ég setti það 3 á mig í morgun Ég var bara svona smá persfi ég bara eitthvað kvefu eitthvað ég það meira svo bara eftir smá stund 1 kaffi bara aftur bara það er bara meira í dag það er bara þetta er bara 3 serum á dagur sko. En það er líka bara partur af einmitt þessi bara heilsu veljan þú veist degravissi hugsa vel Ég set stundum líka hér þú veist Já En nú er náttúrulega komið nýr vara fyrir það ég þarf ekki að gera það lengur þarna vara maskin Já, það er allt En mér finnst það skemmtilegt Ég er alveg með tösku svona fyrir sund og bara þetta En á ég segi ykkur eitt lifehack sem ég var að heyra frá Egyptalandi Ég sela ekki dýra en keypta Þið vitið að það er að kaupa í maður ætti kannski ekki að segja frá sig en það er að kaupa í apotekinu bara over the counter ekkert lyfseðiskilt Over the counter Svona estrogen Setja í andlitið á sér Já, bara krem til að setja on the squeeze Já, setja framan Egyptalandi Ég elska svona tips Í öllu landinu út af því að þær föttuðu að setja þetta í kringum munninu og það eigur svo kollagen og eitthvað að það bara slegist þetta krem þannig að don't walk run Þetta, já, svona hacks Já, ég hef oft Ég veit ekki hvort það virki, ég hef ekki búin að prófa en ég bara las þetta on the internet Já, ég elska það, ég elska þig fyrir að bara láta allt flakka Já En þú veist, hver veit, prófum það Svo verður allar ykkur bólum Nei, en allavega, þetta virkar í Egyptalandi I don't know Nei, en þetta er bara, ég elska svona Það er náttúrulega kollagen í þessum frumum eða estró hvað segir maður, gelinu, kreminu eða eitthvað, ég hef ekki svo fyrir mig til dæmis, það er eitthvað, ég er mjög há í estrogenu ég til dæmis, veist, hef ekki prófað það ég fer í sánu það verða allir að fara í sánu Það ert að fara í gusur eða bara í sundi? Ég fer í bæði, ég elska gusur og stundur langar mig bara að vera ein þú veist, og fer í sánu og þeim kannski tíma dags sem engin er en það er bara besta húðhreinsun sem ég veit, þú veist, það kostar ekki neitt Hreinsar eiturefni líka Hreinsar eiturefni líka manni Bara okkur á maður ekki sánu heima hjá sér
það bara... Það er næsta skref. Það er næsta Það skref. er bucket list. En það er annað. Já, Maja á gufu Ég á heima hjá sér. líka gufu teppið. Ég nota það aldrei. En þú veist, þetta að segja með eins og það til dæmis, að því að mér veist svona, ég er alltaf að hlusta og skoða, mér veist þetta svo skemmtilegt, þú veist, mér veist svo áhugavert. En eins og til dæmis, ég er alveg orðin hérna fyrir sánu og ég er bara eitthvað svona, já, það er ekkert endilega mælt með að drekka í sánu. Og það er bara eitthvað, allir bara glugg og ég bara já, eða þú veist, bara fyrir það sem að... Þú verið 20 mínútur. Nei, en já, en málið mér langar svo að þau viti. Ertu að fýla naked svona? Nei, ég veit ekki, ég er ekki góð með þanga. Ég lendi í tvisar erlendis. Ég bara eitthvað, ég sánu bara eitthvað óksla næs og kom bara allir að berja sinni inn. Í Berlín og svona, það er alltaf mjög mikið. En býta aðeins. Þetta er út af eitthvað hreinlætis ástæðum. Ef maður er í spandexinu sem er í plast og svona, ef við ætlum að fara bara... Ég var rekin úr sánu í Austurríki. Fyrir að við sundfötum. Já, dóttir mig var 14 ára. Já. Og ég var bara, hún var í bikini og eitthvað svona hanglaði yfir. Já. Og svo voru náttúrulega bara allar á sprellanum og svona. Já, það er svo vennilega. Svo voru bara reknar út fyrir að vera í sundfötum. Ég get ekki láta hana vera að horfa á þetta. Mér fannst það bara ræðilegt, sorry, ég bara... En hugsaðu samt, þú veist, af því að þegar maður fara að skoða þetta mikið og svona, ég hugsa núna, þegar ég fyrir sánu, það ég hitti konu frá Hong Kong og ég var svo forvitin, þú veist, hún er alltaf í sánu, hún er bara svona ritual og hún er með kopararband og hún var bara eitthvað svo áhugasum og ég bara, þú veist, í annarskipti þegar ég sána, þá var ég bara eitthvað afsakið, þú veist, og mér langaði bara eitthvað að vita hana og þá var hún að segja, þú veist, já, hún komið svo, hún þurrkar alltaf svitan að því þú ert að detoxa og þá langaði þér að hjálpa, þú veist, þú vilt ekki fara svo út og þotna aftur inn í húðina. Það fannst mér og hún alveg einmitt bara, þú ert ekki að drekka því þú vilt fá ákveði líkamshita inn til þess að hreinsa, þú veist, ég vil ekki alveg segja lifurinn eða koma einhverjum frumstæð. Þetta og svo varum með kopararband munið eftir veist, að drekka oft, ég held að Sóley þú veist, þeir er alltaf með koparglas og lætur vatn liggja því verið að lesa um þetta gæri greindin. Ég veit hvað þú segja. Já, það er eitthvað, en hún segir alltaf verið með koparhægra minni þegar það leiðir eitthvað jákvætt og svo út hinum megin eitthvað þú veist, allt svona er ég bara eitthvað. Þú þarft að byrja með Insane podcast. Já. Ég bara þarf til það. Nei, en vitið, öll þessi svo að því að þegar maður fyrir að gera þetta svolítið spennandi og skemmtilegt og þá maður heyrðu, ef að prófa þetta þú ert alltaf til að prófa allt andra. Ég get fengið andri með mig. Ég sé alltaf já fyrst, annars verð ég ekki hér með podcastum Mæju. En þið veitir, þetta er endalaust og við erum orka og ef við þá ekki fara út og fara með tætnar í grasið. Þú veist, ef við erum búin að horfa mikið á síman eða sjónvarpið þá erum við í mínus, ég segja það við börnum mín ef við ekki að leggjast og fá smá plús. Og þú ert líka ógeðslega duglega að gera eitt rífandi fólk í padel, ég hef farið í padel með gerðu, kann ekkert. Ég var bara, hún er náttúrulega Miss Jones herstjóri, bara, færa, andra yfir, ég bara eitthvað, já, 23, 22, ég bara eitthvað, veit ekki hvernig hún telur sér stig, og svo varstu... Við fórum til Madeira. Við fórum á Geysi, við fórum í padel, allt, það er Andrea til í allt. Já, það er svo gaman að segja já. En við erum ekki tættar, við erum rétt að byrja. Nei, erum við ekki að fara að halda æfingu? Jú, stílbrotsæfingu. Það er bara þannig. Það er bara svoleiðis. Vá, ok, það var ekki að gera það. Okay? En Miss Jones, takk fyrir að koma. Takk fyrir að fá mig. Og takk fyrir að þjálfa mig. Love you. Mín var ánægjan, sömulegis, takk fyrir mig. Hvað er gaman að fá hann að gera. Já. Hún er náttúrulega bara gull af konu. Ég veit það. Gullkona. Hún er algjör gullkona. Og mann líður allt svo vel í kringum hana. Ég veit það. Og þú veist. Og ég held að líður öllum vel í kringum hana. Hún er einstakann eitthvað nógu gáfu. Og svona góðu orku. Ég bara... Ég veit ósku að byggja nær okkur. Já, sko, þú veist, ég ætla ekki að vera með ykkur afsakani. Ég fór alveg eitt námskeið og fór bara eftir vinnu. Þú veist, ég er að vinna í Kringlunni, kerði upp í Garðabæði, það er ekkert mál. En svo er ég bara, þú veist, kannski með haustinu, bara að mæta aftur. En vítamin vel fyrir gels. Herði, ég er sko búið með heilan. Já. Hvað lafir þú? Já, ég veit það. Það er þú greinilega þurft á að ég halda. En skál. Reload. En við erum spennt fyrir nýju vörunni sem við minnst á síðast. Nennur að kemur eitt reload. Já, vítamin vel all day.
Fyrir gals. Nei, ég er að segja, þú veist, hann heitir Nýi. Hele Hann heitir lífið. Oldi. Já, ég er svo spennt fyrir honum, hann kemur ekki alveg strax. Nei. Eða bráðum. Kemur bráðum. Og hérna, já, ég var að tala um þættu og svona áðan. Við skulum bara, ég skal taka saman. Ég held að fólk sé alveg að fara að vanta einhverju recommendations núna. Það er að fara að byrja eitthvað, Housewives hana, Já. heitir þetta? Mér langar að segja Desperate Housewives, ég veit Nei, það hérna, Real Housewives. Já, of eitthvað. Þú tekur það að þér. Ég tek það. Ég tek að mér allt sem er spennu, true crime og alls ekki gaman þætti. Ég bara Þú ert svo ruggluð, ég skil þetta ekki. Nei, það má okkur annar bara sjá það. Ég bara, tek ef það gaman. er comedy, þá bara er ég ekki að vera að kveikja því. Hverju? Ég hata comedy. Hvað meinarðu? Ég vil bara hafa spennu, ég vil hafa eitthvað alvöru, true crime. Og horfur bara Thriller. allan tíman. Já. Og Veistu, ef einhver tala við mig meðan ég er að horfa á þátt, þá þurfi ég að pás og spóla. Pás? Já. Og spóla Pásu? tilbaka. Pásu. Nei, Jú. þú gætir ekki hort, við þurfum að horfa á eitthvað þátt saman. Þú myndir henda mér út. Hvað meina? Þú veist, ég bara er að horfa og ég má ekki missa af neinu. Já. Þannig ef einhver talar, þá ýtti ég á pás, spóla tilbaka. Pás. En Pásu. Ég var með Pásu. Ég var með Aldís út á Spáni og vorum að horfa á þátt saman og ég fatta allt í einu að ég tala upp á þetta alltaf. Ég bara, hún er að fara að kissa hann. Hún er að fara, ég var bara hérna. Og svo var ég bara Aldís í með beina útsendinga á sjónvarpsþættinum sem að horfa á. Þið var ekki búið að horfa með mér, sko. Nei, og svo er ég alltaf að spyrja Ólaður um að horfa eitthvað svona spennandi. Ég er bara, oh my god, er hann búin að sjá hana? Er hann að fara að ná henni? Er hann að fara? Og ég er bara svona, og Óli horfa stundum á mig og segja, Andrea, ég er ekki búin að sjá þetta áður. Ég veit ekki hvað er að fara að gerast. Get ekki svara allir með spurningum. Nei, þú myndir skjóta mig, sko, þú getur aldrei hort með mér. Nei, og líka ertu ekki að horfa á eitthvað svona comedy og Ég eitthvað horfi svona bara, helst bara feel good. Já, ég horfa á allt nema feel good. Ég er bara, mér líður svo illa á sem er svona, eða róð spennandi að fyrir bara síman og mér er Já, bara nei, óþægilegt. ég þarf bara eitthvað alvöru stöf. Bara fyrir taugakerfa mér eða eitthvað, Já, ég veit það ekki. ég vil ekki svona feel good. Þú Bara ert- life's too short fyrir feel good myndir. Hættu, Stopp. Eitthvað svona, nei. Fá hvað ég fyndi, ég er bara búin að læra svo mikið um því sem þáttum. Ég bara held ég þekkti þið út og inn. Já, greinilega Þannig ekki. þú sopnar bara með morðþættið í Já. eyrunum og svona. Já, það er ég. Men ég er bara að reyna að hlusta á eitthvað sálfrænga hvernig ég get. Og ég búið betri er heim. ekki þannig að ég þurfa að hafa eitthvað svona white noise eða background noise. Ekki heldur. Þú veist, þannig að fólk er eitthvað bara að kveikja okkur bara til að hafa eitthvað í background. Ég er bara að kveikja okkur af því ég er litsjulega að fara að horfa á það. Ég gera það reynda líka Já. slis. Ég get ekki haft bara eitthvað suðandi, það er bara að trufla mig. Já, algjörlega. En fyndi, ok. Ég fer í fílgutið og þú fer í drama. Yes. Það er bara, við þurfum ekki öll að vera eins. Nei, sem betur fokkin þér. Æ, afsækja orðbræði. Apart my friends. Þú ert búin að segja þetta F-orð alveg nokkuð sem ég svo þætti. Já, þetta er náttúrulega franska. Ég er svo góð í Ég franska. segi það. Fúki fú. Voulez-vous. En herðu, Em. ef við ekki bara kalla þetta gott. Júp. Hvernig er blessa fransku? Og au revoir. Það, au revoir. Já. Ok. Arrivederci. Arrivederci. Það er náttúrulega bara alls ekki franska. Nei, ég veit það. Ok, Bye. bye. Cut. Hæ? Ég tók þessi bókstæða, ég tók bara bens Gæðvegt. Já, hún ætlaði að fá bíl í Það velun. var bensin í velun. Einmitt. Ég hefði þurft að taka strætó heim. Takk fyrir að hlusta á Stílbrot. Ef þið hafi gaman af, hendið endilega í follow eða skrifið umsókn eða bara bæði. Þátturinn er tekin upp í Klakin Studio og upptökustjórna Bryndís Arna Sigurðardóttir.